Jæja, Hrafnhildur. Já, Sumarið búið. sumarið búið. Hvernig var það? Sumarið var bara mjög hektískt. Já. Já, ég vann mjög mikið í sumar. Ég ákvaða að fara tilbaka til bernsku slóðana og gerast starfsmaður í ferðaþjónustu í Mhm. sumar og það var bara rosalega mikið að gera, svo mikið að gera að ég nánast komst ekki upp til að anda. Og mér finnst það alltaf svo athyglisvert að það er alveg sama hversu andlegur maður telur sig vera og hversu mikið maður er að iðka svona þessa andlegu hlið á sér að maður er náttúrulega bara fyrst og fremst bara manneskja, sko. Mhm. Og þarna kynntist ég náttúrulega bankaði mennska jarðneskja hliðin mín ansi fast í sumar og ég var bara manneskja í búningi eða þú veist, í vinnufötunum mínum að baka Mhm. og elda og gera, þú veist, það var það sem ég var að gera í sumar. Já, þú varst ekki sem sagt upp í skýjunum með dregum og Nei, englum og ekki, svoleiðis. ekki Nei. mikið og ég held að sé alveg sama eins og ég segi hversu andlega þengjandi maður er að þú veist, maður kemur alltaf aftur að þeirri staðreynd að við erum hérna á jörðinni. Og við þurfum bara að halda okkur svolítið við efnið og stundum koma Já. bara tímar þar sem að við getum einfallega ekki meira. Það Nei. þarf meira sér ekkert meira en kannski að vera slappur í eina viku og detta út og þá erum við komin út úr rútinunni og þegar það er mikið að gera þá tínum við okkur stundum aðeins Já. í þessu. Þó það sé kannski nauðsynlegt en ég held við öll könnumst við það Já. að við dettum út og gleymum okkur aðeins. En þá er bara snúið tilbaka. Tvíeld. Já, og svo held ég að maður geti líka litið á það þannig að það er ekkit endilega ferlega slæmt að detta út, sko. Nei. Heldur held ég að svona yfir ævina þá skiptist þessi tímabil alltaf upp. Já, við erum við erum, þú veist, að rækta andlegu hliðina á okkur og við erum að gera uppgötvanirnar og finna tengingarnar okkar og allt það sem í því felst. Og svo fyrir við í skólann, sko. Þá tekur lífið við og þá kemur ljós, ok, hvað lærði ég mikið og hvernig er ég búin að ná að breyta Já. því sem ég var að vinna í þegar ég var í sjálfsvinninni, sko. Og það er alltaf bara eins og segir mikilvægt að horfa á þetta ekki sem endilega eitthvað sem við þurfum að vera að praktísera til viðbótar við okkar daglega heldur að Nei. vera daglega lifa eftir því sem við erum að gera og það Já. er kannski það og þar sem að reynir mest á og okkur er að takast bara nokkuð vel. Já, ég held það. Já, ég allavega svo sem datt alveg líka út úr því að vera huglega daglega og eitthvað svoleiðis en samt að fara í gegnum mína daglegu rútínu með að jartengja mig og með því að vinna með mínum verum, tala við þær og allt það, það er bara það sem ég geri alltaf. Já. Og það þarf ekkert flókna rútínu eða sem sagt sérstakann tíma til þess. Ég á bara minn tíma með þeim. Þetta þarf ekki alltaf að vera mikið heilagleiki og hátíðleiki í kringum þessa vinnu. Nei, ég held að því meira sem við náum við myndum bara tengja það hversdeginum, sko. Já. Og gera þetta svona að eðlilegum hluta af því sem við gerum Akkúrat. á hverjum degi án þess að taka eða setja of mikinn heilaleika eða hátíðleika í kringum það því að við þurfum ekkert alltaf að vera í réttu stellingunum með rétta steinin í rétta reykjelsi í rétta herberginu, sko. Nei. Þetta snýst bara að vera við Akkúrat. og að stoppa í augnablik til að taka á móti og tengjast. Já. Biðjum hjálpina þegar við þurfum á hana að halda. Algjörlega. Yes.